Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í beina útsendingu á Tier 1 keppni hér á Stöð 2 eSport og YouTube. Daniel Rúnar heiti ég og með mér er hann Birgir Júliusson. Hann var að kynna þetta, lýsa þessari keppni með ykkur. Blessaði Birgir. Góða kvöldi, Daniel. Hvernig leggst þetta í þig í kvöld? Spa í rigningu, 22 hringir. Mikil spenna fyrst í þið. Mikil spenna. Já. Ég náttúrulega keyrði með þetta í gær. Ég var ekki að búast við þessu. Ég var ekki að búast við þetta væri svona rosalega sleikt, sko. Nei. Þetta er bara svo að keyra, það er örugglega meira grip í snjónum hérna heima heldur en á svona braut, sko. Já. En þetta er skemmtilegt, þetta verður gaman, það verður vonandi eitthvað action. Já, vonandi. Það er að vísu þannig núna að það er alveg rosalega mikið af Tier 1 ökumönnum í kvöld sem að gugnuðu á rigningunni. Þeir meikuðu þetta ekki, höndluðu þetta ekki. Þannig að það eru... Þetta er alltaf að þarf mikla. Já, það eru, hversu margir eru það? Það eru 5 Tier 1 ökumenn sem eru ekki með í kvöld vegna þess, já, ég veit svo sem ekki hvers vegna hjá þeim öllum, en þeir eru ekki með í kvöld. Það eru hann Halli og Skúli, báðir í Team Autocenter, Sævar Helgi og Ásgeir og Guðmundur Orri. Þeir eru allir frá í kvöld í þessari keppni. Þetta er náttúrulega sko, þú þarft rosalega mikla þolinmæði með því að keyra þessu rigningu því að þú ert ekki nema bara 30% á gjöfinni allan tíman, meira og minna sko, allavega í beygjum. Nákvæmlega. Já, svo reyndar er sko, já, Valli er líka out og það er seinustu fregnir að Þorsteinn sé ólíklegur líka. Og hann er allavega ekki kominn inn í lobby, þannig að mér finnst ólíklegt að hann komi. Já. En núna erum við bara staddir í æfingum fyrir tímatökur. En gaman að tala um það að hann Hlynur sem við erum að fylgjast með á þessum gullfallega M6, hann er kominn aftur. Hlynur er kominn M6? Já, hann er kominn aftur. Hann var búinn að skrá sig úr Tier 1 og misti af seinustu keppni þá, en snerist hugur og fekk að koma aftur og breytti bíl í leiðinni. Hann hefur verið að pröfa hennan BMF og hugsaði, þetta er bara allt annað líf. Þetta eru geggjaðir bílar. Geggjaðir bílar. Það er vísu ekkert sérstakir í þessari braut. Þetta er rosalega mikil MR og RR braut, þar sem að vélin er að aftan eða í miðjunni, þannig að þú fáir þyngd á drifhjólin til þess að koma aflinu niður í allar þessari rigningu. Átíðin skilaði sér mjög vel í gær. Já. Mjög vel. Guðmundur Orri er á spjallinu á YouTube og segir að hann er frá vegna kvöldskóla Geðviki. Ég skil. Segist að prófa korter áðan og það er alveg gáttaður yfir því hversu sleip brautin er. Já, ég man nú bara þegar ég og þú pröfum þetta sko, vorum ekkert... Nei, hann þegar Hlynur bara beint á vegginn. Já, þetta var svona... Það var 50-50 hvort maður væri að fara að mæta sko. Já, ég var ekkert í neitt svona sérstöku stuði fyrir þessa keppni. En ákvað nú samt að mæta og sjá hvað maður myndi geta gerst og það bara í mínu tilfelli var þetta bara besta niðurstaðan sem ég náði á þessu tímabili. Já. Það hjálpaði ekki að ég ákvaði að keyra það út af sko. Nei. En það jafnaði sig. Jú, ég fekk sætið mitt aftur. Já, þetta kemur allt svona.
En frekari fregnir að fyrst að það voru orðnir svona fáir Tier 1 ökumenn sem myndu koma í dag, að þá var þetta farið að líta út fyrir það að myndi bara vera 7 keppendur hér á braut. Og þá greip Guffi til þeirra ráða í samþykki Tier 1 keppanda að bjóða 3 ökumönnum úr Tier 1 Tier 2 og 3 til þess að koma að taka þátt í þessari keppni, bara í rauninni keyra ekki upp á stig en fá að vera með. Og það er hann Stefán sem að var hvað var hann ekki, öðru sæti í Tier 3 í gær. Jú. Og svo erum við með hann Kristján Einar, hann var í fyrsta sæti í Tier 1 í gær. Tier 3, vá, ég er alveg fram og tilbaka með þessar tölur. En það var mikið að flokka. Já, svo Kristján Einar, þetta var held ég, með skjáttast ekki, fyrsta keppnin hans í gærkvöldi sem hann tók þátt í með GTS Iceland og ég náði að vísu ekki að fylgjast með keppninni en mér skilst á umræðinni eftir keppnina að hann hafi náð að landa sigrinum á seinustu beygjunni. Já, það er svoleiðis, ég því miður misti sjálfur af keppninni. Já. En það er náttúrulega, það er bara mjög flott sko. Alveg racing. En svo er það hann Diego Hjartarson líka, hann var í Tier 2 í gær og hann gjörsamlega slátraði keppninni sko. Já. Hann kláraði 25 sekúndum rúmum á undan Evu sko. Og Eva er vanalega 25 sekúndum á undan öllum hinnum sko. Sko líka tímandi sem hann var að fara sko, voru eitthvað rugglaðir sko. Já. Hann fór sko, hann var alltaf 2-4-4, bara stöðugt bara. Svo kom bara í lokin bara 2-4-3, 7, 2-4-3, 5, 2-4-3 bara og koll á kolli sko. Já. Ég held að 2-4-3-3. Ég held að við séum að horfa á þó að þetta séu ekki Tier 1 ökumenn núna að ég séum að fylgjast með framtíðar Tier 1 ökumennum. Já, lítur út fyrir það. Sem gestir og Magnús Ingólfsson er kominn inn í spjalli. Góða kvöld og takk fyrir aksturinn í gær, drengi, segir hann. Takk sömuleiðis bara, þetta var hörku skemmtileg barátta þarna. Þetta var mjög gaman. Mjög gaman í gær. Það lítur út fyrir að allir séu í pittunum hérna. Já, það er svona, þetta er bara það er að styttast í tímatökur, það ætti að vera 2 mínútur í tímatökur núna. Já. Ég ætla ángurins á, sko, ég veit að Diego er þarna bara eitthvað gamanið, sko. Já. En, það kæmir ekkert óvart að hann og Kári væri þarna að rífast, sko, fyrsta setið. Ég veit náttúrulega ekkert hvort að gestirnir eru boðnir að víkja frá eða hvað. Nei, mér finnst það nú hæpi, ég veit það ekki heldur en ég held að þeir séu bara... Er þetta bara keppni og svo eru nú eins og ef Diego er í öðru og Hannes er í þriðja, þá væri Hannes í öðru teknilega séu. Eins og ég skil þetta, þá verður þetta bara race, það verður ekkert slegið af. Okay. En sko, sá sem að lendir, þeir segjum að Diego lendir fyrir framann einhver Tier 1 ökumann og þá er rauninni bara er það eins og að sá ökumaður eða allir þeir ökumenn séu í sætinu á undan, skilur við. Já, akkurat. Vonandi sjáum við engan árekstur hjá allan gestunum. En ef við að fara að kíkja í spána? Kíkja í spá? Já, hvernig er það? Ég ætla að spá honum Diego í fyrsta sæti. Ég ætla að gefa sjálfum með það. Það er svoleiðis. Nei, Kári fyrsta. Sér tíman sem Kári er að fara hérna í æfingun. Já, ég held að Kári sé alltaf að taka þetta, sko. Mér finnst það mjög líklegt. Hann fór á 2-4-3-1 áðan, sko. Já. Já, Kári fyrsta, Diego öðru. Ég veit ekki, sko.
Ég segi Jóna cracked up, ég ætla að gefa honum 3. sæti mitt. Já, ég er eiginlega bara með þér í þessari spá, sko. Þetta er nákvæmlega saman og ég ætla að segja. Ég vil til í Team BMF, sko, en ég sýnist það að vera svolítið svona, vera að taka spá drift. Svolítið mikið að því. Sýnist Magnús Ingólfsson var að koma með spá hérna, hann segir Kek, Kári, Ævar, Stefán. Sem sýnist að hann vera að spá fyrstu 4 sætin. Ok. Spá Kristjánin í fyrsta sæti, Kára öðru, Ævari, Diego 3. og Stefáni Sick Fusion. Sick Fusion. Sick Fusion. Já. Hann mun að vera í 4. sæti í spánni hans Magga. Ok. Það er nú bara spurning hver næði besta qualifyinum. Já, það skiptir rosalega miklu máli í þessari braut að ná góðu qualifying, út af því að í rauninni ef þú nærði ekki 1. sæti í qualifying þá þarf það byrjar bara í seinasta sexakjunni, busstoppinni. Það er ekki gott, sko. Það á í rigningu. Já, nákvæmlega. Á meðan að í rauninni fyrsta ráspóllin svo eini sem sleppur við beina og bara getur gunnað að stað strax. Akkurat, og þú byrjar með þess að smá hraða, sko, þannig að þú tekja að spóla því áfram, sko. Nei, þannig að þeir eru nú bara eiginlega byrjaðir að reysa hérna núna, sýnir mér, sko. Já, ég var að horfa að guffa þetta í smá sideways section hérna, en það verið með helvítið flotta Porsche hérna verið bakvað. Já, Kristján Einar. Hann er vel merktur pittinum. Hann er það. Hann er ógeðslega flottur þessi bíl. Já. Allan að virka betur bremsuljósin á honum heldur en á Aston Martin. Eina ástæðan fyrir ég ætlaði nú ekkert að keyra á þig viljandi en ég bara sá því ekki bremsa vinur minn. Þarna flýgur Kristján Einar á mínuskjá. Já, og hann tók smá loft. Ég tók eftir því núna þegar þú ert að segja. Ég nefnilega sá þetta ekkert fyrir en bara þú minnst á þetta í gær. Þetta er sem sagt... hvað Guff er að gera hér, sko. Guff er að fara að reyna að hleypa Diego fram úr sér, sko. Já, svoleiðis. Eða þá gefa honum auða braut og eldi Kára, sko. Já, kannski bara að taka þér rólega þannig að hann hafi sjálfur auða braut. Tímatökum. Það geti verið. Minnst Kári er allavega með bak við Diego núna, þannig að spurning hvað hann gerir. Ég þekki hennan Pusi og rosa lítið, sko, þannig ég veit ekkert hvort hann sé geggjaður í endarhraða eða hvað hann sé bestur í beygjum, sko, en ég býst við að hann sé geggjaður í beygjum. Já, þetta er náttúrulega MR bíl, þannig að hann er góður í þessari keppni að allavega í beyjunum og að ná niður aflinu en hvað, ég þekki ekki heldur hvort hann sé með góðan endarhraða, sko. Það sér að Guffi ætlar að láta reyna á það að keyra án spólvarnar. Já, ég óska honum bara góð gengið með það. Já, ég líka. Ég myndi ekki reyna það sjálfur, sko. Nei, aldrei. Ekki í þessum aðstæðum. Diego er með... Nei, Kárast rosalega rætt í þessu. Diego er með spólvörnina og Kári er ekki með spólvörn. Samt að setja bara alveg killer tíma, sko. Mjög góða tíma, sko. Stefán ekki heldur með spólvörn. Kjassi ekki heldur, hvað? Já, Hlynur með spólvörn. Hann náttúrulega er á bíl sem er með vélina framan. Hann setur aflið illa niður í göduna í þessari rigningu. Já, Hannes líka, hann er á FR-bíl líka, þannig að hann er með spólvörn. Jón Valdimars með spólvörn. Kristján Einar ekki með spólvörn. Ekki Jón heldur, þannig að það er bara meiri hluti án spólvörnar í rigningunni. Þveru upp með hvernig það var í gegn. Já, í gær var bara einn sem var ekki með spólvörn.
Já, Hann í liði flög út af. maður þarf að vanda sig rosalega. Já, maður þarf að gera það sko. Ég prófaði að keyra án spólvorna sjálfur á Astonunum í gær og það var ekki að fara að gerast. Nei, það virkaði fyrir mig sko, en bara dekkin voru búin sko. Dekkin eru alltaf búin hjá þér. Já, ég tók reyndar eftir einu, þó ég var með spólur, þá var ég alltaf bara, ég var bara algjör kettlingur á gjöfinni sko. Ég hann spólaði bara. Guðmundur Orri er komið spá hérna líka. Ok. Hann segir fyrsta sæti verður Kári, annað sæti verður Jón Ægir, þriðja sæti verður Hannes, fjórða sæti Kristján Einar og fimmta sæti Jón Valdimars. Já, það er bara allir listi. Við rennum yfir þetta fyrir lokinu eftir, þá erum við að fara að skoða þetta sko. Sigurður Hreggviðsson spyr hvaða ídiot datt í hug að hafa spa í rigningu. Það er nú bara ídiotinn sem er á skjánum núna, Guffi sjálfur, hann ákvað þetta. Hann hefur spurðið einu snið að tvisar þetta, fyrir. Já. Emilía G segir áfram Kristján. Já, kíkjum inn að sjá Kristjánu núna, hann er hérna bara eins og er, í þriðja í tímatökum. En það er náttúrulega ekki komin inn hringur ennþá. Þannig að... Nei, hann er að klára, hann er búinn með fyrsta, hann er að klára núna hotlapið sitt, fyrsta hotlapinn. Já. Hannes 245. Það lúkar nú nokkuð promising. Já, 244, 982. Hann er ennþá í þriðja. Kári sko komin í 243 bara strax í qualifying sko. Já, hann var samt ekki besta tímanum. Nei, Jón Ægir hérna. Hann heldur sínum tíma sko. Sæll. Þessi Porsche er rosalega góður á þessar braut, finnst mér sko. Í eitt hring og ekki meira en það. Finnst þér hann bara vera góður í einn hring? Já, svo ég er búinn með dekkin sko. Já. En sjáðu eitt, ég er að horfa hérna, gæti verið að tala um sé eitthvað klikka, en sé það að brake balance hjá honum Jóna er -4 frá þessum Porsche. Já, ég sé það bara ekki hvað brake balance er sko. Já, mér kemur bara mappið sko. Já, ok. Það kemur mappi á mig þegar ég horfa á Kára sko. Sigurður Hreggviðs spyr hvað tími var í gær í T3, 2.40 og eitthvað væntanlega, ég er ekki alveg klárað því. Það var 2.43.7 minnir mig. Já, það? Finnst þess að Hannes hafi verið að tala um það. Þetta er ekki smá tímar maður. Nei, sko, það er ógeðslega oft þannig að þegar þú ert að keyra hægt, þá ert að fara ógeðslega góða tíma. Þegar þú keyrir hægar og ferður hraðar, þetta er eitthvað svona að geta spesingna inn dót. Jú. Mér finnst þið að gera ógeðslega hægt, mér fannst þess að ég hef verið 100 svona hraðar í gær. Með að tímana, þá var ég langt á eftir. Já. Sjáum að Diego er með þriðja besta tíma núna. Já. Já, þegar ég horfi núna, ég er að horfa á Jón Ægir. Hann var 1,6 sekúndu frá bestum tímanum sínum, þannig að make a sense að hann sé að keyra svolítið hægt. Já, hann er kannski búinn með hennan eina ring. Hann er búinn með hann, hann alltaf er þarna Kristjánu fyrir framan hann. Ef hann hefði reynt á það, hefði hann örugglega skemmt ringi fyrir þeim báðum. Já. Byggja bil, myndi ég búast við. Fyrir Hannes í pittinn. Sækja ný dekk með það. Já, Jón Ægir líka. Nei, Jónæður var að setja nýjan tíma. Kristján kom í fyrsta. Kristján kom inn á toppinn maður. Það er ekkert annað. Það var spurning hvað Kári gerir. Já, hann rústa tímanum. Já, 2.43, 1.4. Diego sem var í fyrsta seti okkur er í 7. hér sko.
Guðmundur er ætlar að breyta spáni sinni. Hann var búinn að gleyma því að Hannes er á Lexus. Hann er ekki á MR-bíl. Og ætlar þar af leiðandi að skipta út Hannesi fyrir Diego. Ok, það má. Það má alveg, já. En hann sem sagt segir að Diego verði í 3. sæti. Ég veit ekki hvort það sé hægt að bæta tímann að skára, svona í alvöru tala, sko. 2, 4, 3, 1, sko. Það er örugglega allt hægt, sko. En Já, hann er nú einn af þeim fáu sem gætu bætt henni tíma að það er hægt, sko. já, 2, 4, 3, 1. eina sem að pirra mig við spa-brautina er hvað er langt á milli sektorana. Það er það, sko. Það er svolítið vont að sjá, sérstaklega út að keyra sjálfur. Já. Svolítið vont að miðast við út, þú veist ekkert nákvæmlega hvað þú ert að tapa, sko. Þetta eru hringur er að taka 2 mínútur og 40 sekúndur og samt eru bara 3 sektorar. Já, ok. Til samanburðar að þá til dæmis Nürburgring er 8 mínútur hringurinn, cirka, á þessum bílum. Já. Slaufan. En sektorarnir bara... Það eru 12 sektorar. sektorar. 12 sektorar, já. Siggi segir að Krakki tekur 1. sætið. Kíkjum á að sjá hvað Krakkið er að gera. Já, hann var að koma pittunum, veit ég. Já, hann er að átlappa, hann er að fá fresh dekk. Þetta eru náttúrulega 22 hringir og það er meira dekkjaslit heldur en það var hjá þeim í gær. Þannig að Já. 10 er... þetta sennilega líka. 10, 2 og 3 keppendurnir sem eru kannski ekki alveg með á hreinu hversu lengi þeir geta keyrt á dekkinum. Það sem að það mun þurfa að pitta í þessu. Já. Diego að bæta tíma sinn. Ég tók ekki eftir í hvort að, ég tók eftir í hvort hann hafði farið upp einhver sæti. Jú, hann lítur að hafa gert það. Hvað er Diego? Já, hann var að bæta tíma sinn. Jú, hann var í 7. sko. Já, ok. Nei, hann var neðan þetta heldur mér þess að. Hann fór 2, 4, 4, 3 síðast. Ég 7. sæti er með 2, 4, 4, 9 þannig að... Já, ok. Og Guffi í 7. sæti er 2, 4, 4, 3 líka þannig að... Já. Sjáum að Hilmar og ég eru komin í spjallið og byrja að heilsa. Sömuleiðis sér. Siggi vil meina að það verði 3 stopp í kvöld. Ok. Það er allan að bensínlega sér sko, ég er að horfa á það hérna á 4. hring með 3, 4 eftir, já. Þetta verður eitthvað. Kári ennþá með besta tíman. Það er orðin svolítið traffík hérna á brautinni. Full mikil traffík fyrir tímatöku hring. Já. Hann er að vísu á átlapp. En sko, miðað við að það er bara 2 mínútur eftir að tímatökum að þá er sko næsti hringur sem að þeir byrja, það verður seinasti hringurinn sem þeir taka. Já. Þeir ná ekki meira en þetta sko. Nei. Hann ná ekki öðru hring sko. Þannig að ef að þeir ætla að bæta tíma sinn, komast ofar á listan eða Kári að bæta fórskotu sitt ennþá meira að þá Er það næsti hringur? þá er það er rauninni bara 1 hringur eftir til þess að ná því sko. Já, Diego þarf ekki nema 0,013 sekúndur til þess að ná hann Jónæði sko. Já. Þannig að það er spurning hvort hann náði því. Jú, hann er því alveg.
Hann að bæta tíma sig núna eða? Nei, ég býst samt við að hann á það næsta sko. Jú, nei. Hann bæta tíman ekki núna. Flottu exitið. Ég var allavega að koma með spólvöldin á. Kristján Einar á frekar slitnum dekkjum. Það var hann svolítið þarna. Þau slitna rosalega hratt sko. Já, ég er bara að horfa á þetta, hann er á öðru hringinu sinum. Frá þess að pitstopinu og hann bara... Hilmar spyr hérna hvað Diego er að gera hérna en það er kannski best að ég segi þetta aftur. Stúta besta tímanum sínum. Kannski best að ég segi þetta aftur fyrir þá sem að voru ekki komnir þegar ég byrjaði en hérna það var svo mikil forföll hjá TR1 ökumönnum að Guffi ákvað í samráði við hina TR1 ökumennina að bjóða 3 úr TR3 og TR2 til þess að keyra með í dag, bara til þess að hafa eitthvað meira að gera á brautinni. Og það er sem Kristján Einar, Diego og Stefán Sigfússon sem að eru að keyra með í kvöld í TR1 keppninni en sjálfsögðu ekki til stiga sko. Bara svona upp á, já, alltaf makandi brautinni. Já. Þarna, svo er ég greip á hann fram í en þegar Diego, hann var geggjuðum tíma. Hann var alveg pluss sko 1 eða 0,1 eitthvað á besta tíma sinn en þegar ég sagði hann að stúta tímanum sinum hann skemmti örugglega fyrir honum því að hann svona eiginlega misti beygjuna sína sko. Já. Commentators curse. Já, allavega já, hann er ennþá besta tímanum sinum pluss 0,010. Ætlar hann að fara að taka 3. sæti? Það er leiðilegt ef hann myndi akkurat ekki ná því sko. Það væri nú skellur fyrir TR1 keppendurnar ef að fyrstu 3 sætin væru 66%, já, það væri 66% ekki TR1. Sjá hvað gerir þetta. Ói, nei, hann náði akkurat ekki. Það náði ekki, en hvað gerir Jón Ægir? Nei, hann er ekki bæta heldur. Hannes náði að koma sér upp í 7. sæti. Já. Guffi og Hannes að keyra saman. Þetta líst mér vel á. Þetta líst mér vel á. Ég sé að Stefán setti hérna 2-4-4-0. Í hvaða sæti fór hann? Var hann í hvað? Hann er í 5. sæti. Þetta eru hörku ökumennina núna sko. Já. Þetta er toppurinn sko. Bíti. Akkur er hleinur í pittunum? Já, nú veit ég ekki. Hann fór aldrei út. Hann er ekki með neitt tíma skráðan. Já, herðu, hann satt bara inn í pitt allan tíman. Hvernig stendur það því? Já. Já, ég veit ekki. En hvað segir, hvernig hefur ekki haft þetta þannig að þú fylgist bara með efstu sætunum, sýnir fólki hvernig toppurinn er og ég læti vita hvað er að gerast aftan á. Já, ég ætla bara að fyrir allt eftir í hvernig keppni verður sko. Gegnum fyrstu degi sko. Hann Hilmar vegar, hann spáir Jóna í 1. sæti, Kristjáni Einar í 2. sæti og Diego 3. sæti. Ok. En hér sjáum við Kára með ráspól. Sem þýðir að hann byrjar, sá eini sem að sleppir við
Bus stop, Bus stoppið. sigsakið. Já, Valgeir Sveinn bendir á það að 3 af topp 5 ökumönnum eru gestir í keppninni. Já. Þannig að á keppnin fann að stað, reysið byrjað. Býtum við, það vantar upplýsingar hérna. Ámæti hérna inn. Já, Kári, hann er bara strax kominn næstu í 4 sekúndum undan bara eftir fyrstu beygju, sko. Já. 3,5 Það sekúndur. skiptir svo rosalega miklu máli, sko. Gerir það, sko. Þetta er svolítið kjánulegt hvernig maður byrjar í rolling start í þessari braut, sko. Já, ég er mjög sammálaður, sko. Svo náttúrulega rigningin hjálpar ekki neitt til, sko. Nei. Ekki neitt. Pólsarnir eru rosalega steipólaði í gegnum fyrstu þarna hægri og vinstri beygju. Já. Já, eins og Siggi segir að fyrsta sæti er bara OP í startinu, sko. Það er bara rosalegt, sko. Hann er bara farinn, sko. Það er bara svo mikið sem þeir þurfa að vinna upp, sko. Þessi gæjar eru svo nálægt hvort öðrum tímalega sem ég bara í tímatölu. Já, og svo eru hinir svo nálægt líka að nálægt hvort öðrum að ef þeir fara eitthvað að berjast og já, þá... Og þá náttúrulega næ fyrsta sæti alveg bara úr fyrsta, sko. Hínir þetta komið með penalty. Það er samt svona að meðaltali næstu í 2 sekúndur á milli allra hérna. Já, þetta byrjar mjög rólega, sko. Já. Það er eiginlega svona að stefna í svona helsta slægin hérna, já, 2, 3, 4 og jafnvel 5 líka. Já. Pólsarnir. Right out í. Siggi ekki sáttur með það að við sögum hægri vinstri beygja í staðinn fyrir á rús eða au rús. Ég kann ekki að bera þetta fram, sko. Já, ég kann ekki að segja það, svona ágæði að segja bara hægri vinstri beygja. Ég tala ekki belgísku eða frönsku eða hvað sem tungumál sem þetta er. Franska. En ég skal segja það, vá hvað ég væri til í að fara svo braut í alvörunni maður. Já. Það væri ég sko til í. Leið og tekst að að láta BMF-inn endast í allan 1000 kilometra, þá getur þú kannski farið á hann til útlanda. Já, ég fór 5.000 kilometra í sumar. Nú, já. Það er innan bæðar. Herri, ég er að fylgjast með þetta og það er ekki bardagur, þá er ég að reyna að finna eitthvað til þess að gera. Já. Herri, Kári er eini sem er slökkt á öllu. Þeir sem eru með slökkt á spólurinn eru með kveikt á háljósunum. Já. Þeir sem eru með kveikt á háljósunum eru slökkt á spólurinn. Nema að GT Iceman, hann er með kveikt á báðu. Kári er bara gera það sem Kári gerir, hann er bara í fyrsta sæti að auka bilið, sko. Já, ég held að hann sé bara að fara að keppa sjálf sig með besta tíman, sko. Eða þá keyra þetta bara safe og vera bensilausu svo vanlega. Já, það er alveg möguleiki. Hann er örugglega að fara að testa limiti bara, hversu mikið hann getur verið á bensiljósinu, sko. Mér sýnir svona helsti slagurinn vera, sko, að Diego er að sækja svolítið á Jónægir. Já, svona
Já, Það er bara fast í þessari kringum sekundu á milli þeirra. Guffi er enda svolítið nálægt honum Hannesi og Kjassi er beint á bak við hann. Já, Guffi með penalty. Já, það er... Já, ég sá ekki kannski. Já, nú er bara að skora ykkur að beigju. Já, Er þetta ekki bara... Rouge, beigjan sem maður fær alltaf þessa hálfa sekundu í. Þegar maður fer aðeins og hratt í gegnum hana. jú, mér finnst það líklegt sko. Ég snertir þarna Apexið sko. Já, Það keyrir eiginlega yfir það. Má það þannig. Jæja, þá komið þarna unbeatable tíminn. en hjá honum Kristjáni, 2-4-3, 4-7-9. Já, eða Kári var að setja bestu. Nei, já, já, ok, hann er komin í tími. Já, unbeatable tíminn endist ekki lengi. Nei. Diego komin alveg inn í borsinu þetta. Siggi er mjög óánægður með að þetta skuli verið í rigningu sko. Hann er bara... Já, hann er ekki einn með það. Herru, Diego er örugglega að næla sig í penalty. Hjælt á bílnum. Stinga upp á því að Guffi eigi bara að fá 10 sekundur per lapp fyrir að hafa þetta í bleitu sko. Í penalty sko. Já, það er bara svona rosalega mikið að gera þetta. Já. Guffi hérna mistaði eftir, já, hann hjælt á hann. Hann er ennþá með penaltíið sitt. Já. Ég ætla að fylgjast aðeins með honum. Mér finnst líklegt að hann sé að fara að gera alluga Hannesi. Já. Þeir keyra samt svo rosalega jafnt. Já. Það er það sem þessar 10 keppnir hafa einkennst á að það er keyra allir mjög jaft og lítið einhver stór klúður. Hannes, Guffi, új. Já, hún er Guffi bara... Sástu það? Já, ég var að fylgjast með þessu sko. Það eru Guffi farin að setja svolítið pressu á Hannes og við erum að pressa á sjálfan sig í leiðinni. Já. Ég held að Guffi kannski brá svolítið að ætla að skjóta á tækifærið að gefa í sko, en það er rigning. Það virkar ekkert. Það virkar ekkert að gefa í sko. Liggur og þurfa að bremsa þess að fara ræða sko. Slá af bara. Þannig að hann hætti að spóla. Það er sko... Þetta er örugglega eina skipti sem ég er ekki með snakk yfir þessu her í kvöld. Ég hef kannski átt að gera það bara. Koma með snakk. En vonandi fara þessi dekka að klára svo við getum fara að sjá hvað action. Já, ég held að það er nú alveg eitthvað að gerast þetta hjá Guffa og Hannesi sko. Já. Ég prófa að kíkja innan borðs hérna hjá honum. Guffi aðeins mista hann smá. Hannes er örugglega með spólurnar á 2 myndi ég búist við sko, því bíllinn köttar svo rosalega á beygir eitthvað. Já, núna er eiginlega Kjassi bara farin að sækja Guffa í staðinn sko. Ég veit ekki hvort að Guffi sé í draftinu ekki, en þessi Husjú er að slátra þessum Lexus í endara. Já, hann gæti náttúrulega að hafa náð betra exiti úr hægri vinstri, fer Kjassi út af Guffi og Kjassi misti bara, já, Guffi misti resti út af. Kjassi allavega misti tækifærið sitt þarna á að gera alluga Guffa. Já, Guffi var að sækja á Hannes sko, en Hannes brensaði aðeins og seint, Guffi brensaði seinna og Kjassi
bremsa allt of seint. Það var svona domino effekt. Já, Þeir byrjuðu í rauninni allir að bremsa á sama tíma. já, þannig að þú ert í drefti á bremsar miklu minna, sko. En Hilmar er að spyrja hvort að dekkin okkar hafi verið slitin í gær, en þau voru ekki... Já, þau voru. Herru, nei, Hvað nú? Kristján Einar misti beina sína aðeins. Hann svolítið mér. Já, ég segi það að Jóna ætlar að kapitalisa það að reyna að ná honum. Herru, hann er aftur, neða. Svolítið víða beigur hjá honum. En nei, Hilmar, allan dekkin voru ekkert mjög slitin hjá mér, en þau voru mjög slitin hjá Bigga samt. Ég er ekki með góð dekk að það í gær, sko. Nei. Það er svona þegar maður vantar Stýri. Já, vantar svona nákvæmnina sem fylgir því að vera með gott stýri setup þá svona borga dekkin fyrir það í rauninni. Já. Þetta er samt, í gær var örugglega eina skipti sem ég var ekki með on-off dakk á yngjöfinni, sko. Herru, hvað er þetta hringum maður? Já, það er Jón og þér. Vel gert. Vel gert. Bíkó bíllinn hérna tignalegur að vana. Já, já. Hann er að slökka og kveikja spólverðinni. Nei, ég er að fara að kitja æsmann, afsakið þetta. Kristján er komið með sekundi í penalty. Og Jóna er komin undir sekundu frá honum núna. Já. Já, Hilmar, break balance. Já, ég var með break balance í -2. En ég fannst það að vera svona eiginlega það mesta sem ég gæti farið í, og annars var bíllinn bara að skjóta sér áfram, sko. Undirstýrði ómikið öðru leyti, sko. Ég breytti mínu breakbalance annars lagi í sem sagt +1, sko. Þannig að því að þegar ég bremsaði í beygju og var annan bara fram og ég misti allt grip, sko. Og ég gæti ekkert gert neitt. Nákvæmlega. Jóna er heldur áfram að sækja á Kristján Einar. Já. Kristján Einar. Báður konur á Kára líka. Já, Kristján Einar komin alveg vel á Kára, sko. Eitthvað hefur skýðað Kára út því að hann fór 1.46, sko. Nei, hann fór 2.46. Já, ég meina að það er samt 3 Já, sekúndum frá já, bestu það er eitthvað klikkað í honum hérna á seinasta hring. Þannig að þetta race er bara opið aftur, Það sko. er gott. Já. Vá, hvað þessi Peugeot getur byggt í rigningu, maður. Já, Ég var að horfa að taka beina hérna, ég átti ekki rót í þessu beigi í gær, sko. Gerðist ekkert við þig. nei. Beið ekkert rosalega vel. En kannski er hann bara að fara hægar. Það er sjens. Þetta er náttúrulega rosalega flott kett hjá þessum manni, sko. Og hann þekkir hennar bíl líka gríðarlega vel. Það eru 4 sekundur á milli 1. og 4. sætis. Já. Það er alveg magnað, sko. Það er mjög gott, sko. Sérstaklega svona langt, eða þannig sé langt inn í reysið, sko. Já, 6 ringi búnir af 22. Já. Já, 5 ringi búnir og þeir eru á 7. ring.
Þeir eru á sjötarum. Get ég æspann eða setja sinn besta tíma hérna? Þetta var hann fyrsta sektor. Kári hefur ekki að ná að slíta sig frá þeim. Nei, Og sömulegis Kristjánin er ekki að ná að slíta sig frá Jónæi. Kári er alveg með tölvöld slitandi dekk en Kristján. Ég hef tekið eftir því, allan að með við Brands Hattsreysi fyrir 2 vikum, að þessi Peugeot virðist fara mjög hratt með dekkin. Já. Herri. Það er Porsche hérna, annað og þriðja seti. Já, það er svoleiðis. Það er nekk. En Kristján misti aðeins beygir þarna. Það er örugglega ekkert spennandi þegar að þegar eitthvað er að blikka þetta hægri vinstri. Nei. Smá truflandi. Kristjánin ættir að vera vanur því að halda pressu, sko. Já. Og að halda tempóinu undir pressu líka. Það er verið að blikka þetta hægri vinstri, hann er að fara að fá hjartafóttrið í. Já, hann bara slekkur á speglinum, sko. Misti smá hérna, maður sjá. Þið ætla að keyra inn í bíl, þið ætla sko, þegar ég var að keyra í gær og eitthvað var nált mér, sé ég bara ljósin í sem sagt þokunum eða sem sagt afkastinu af vatninu á mér. Já, ok. Það er alltaf, þá er maður svolítið svona, ok, ég er fyrir. Já, það er aðeins að auka spilið hérna á milli Kristjáns og Jónæs núna. Já. Kristján virðist ná að halda örlítið betra tempói en er að gera þessi einstaka mistök. Já, hann er að renna svolítið að framan í honum. Já, spurning hvort að hann þurfi eitthvað... Nei, ég hefði bara átt að hafa Nú, Kristján út af. það, vissti ég því? Kristján fór út af. Misti Já, var ég ekki að- misti annars sitt. Kíkjum aðeins á þetta, hvað gerist þetta? Kíkjum á Ég Kristján sé að hérna. missa hann fram að spólar hann. Ég er að horfa á replayið hérna. Já, heyrðu, hann fer bara upp á gras. Já, hann driftaði, ég sagði alltaf, veist, hann missið bíluna fram á hann og hann hefði gefið aðeins svo mikið í. Hann byrjaði að drifta svolítið, sko. Já, þetta var ekki kommentið á sköst, þá veit ég ekki hvað er það, sko. Við vorum báðir að tala um Já. Kristján og þá fór hann út af, sko. Pressan var of mikil, sko. Hún var svolítið, sko. Og þá er hann kominn í 4. sæti og Diego kominn í 3. sæti og hann er kominn núna sekundu fyrir aftan Jónæir sem græddi annað sætið á þessu. Já. Spurning hvort að Kári fær ekki að kíkja út af. Já, þú ert að reyna að jinxa það. Kári, sko, Já, hann er búinn að sjá. stinga svolítið vel að, sko, núna. Já, 3 sekúndur. Hann er í kominn í sama forskot og hann fekk fyrir það að byrja í 1. sæti. Já, hann byrjar bara nýtt. Já. Það er spurning, sko, þetta náttúrulega hentar honum mjög vel að Jónæði þurfa að benda sitt sæti, sko. Jónæir er samt ennþá með besta tíman hérna. Hann er með það, sko. Og núna kannski er hann ekki eins mikið að reyna að eltast við að ná fram úr einhverjum, þannig að hann er kannski að fara að ná aðeins betra tempói núna. Já. Það Já, ég held að það sé alveg satt, sko. reynir kannski að sækja eitthvað vel á Kára. Það er samt að defenda eins og hann getur, sko.
Já, en á meðan að bilið í næsta bíl er meir en sekúnda, þá þarf hann ekkert að defenda neitt rosalega mikið, sko. Nei, reynda. Þessi sekúnda er alveg hellingsvegaleg, sko. Og það, hún er virkilega það. Sjáðu svona að 50 ringur hjá Diego. Krækt upp spinnaði. Ok, hann hélt honum, en Diego nær næsti á hann. Stressaði maður. Þeir Porsar á einum hring. Ja. Á sikur hringnum. Já, núna er Diego að pressa svolítið vel á Jónæði, sko. Já, hann hefði bara náð fram honum, en þarna Jónæði spinnaði svona næsti og þannig náði hann að seifa sínu sæti, sko. Þetta er bara rosalega. Aðeins að sjá hvað gerist hérna hjá Jónæði. Já, það er svo vont, sko, þau með svona mikla dekkjaðillu og það er svo búinn beinakaflan. Bíllinn er búinn að fara geggjaður síðustu beygju sem var stíginn. Áður en að þú kemur að því, sko, þá svona er aðeins búið að detta af, dekkjagripið er aðeins búið að minnka. Já, þessi rigningadekk slitna svolítið hratt. Ég gera það, meira maður bjóst við. Hvað kom fyrir hjá Diego? Hann er komin næstu 4 sekúndur. Sá það ekki, allt í einu sagði bara, þú veist, 4 sekúndur á milli. En Kári er búinn að njóta góðs af þessu, hann er að vera komin í 4,5. Já. Það eru 4 sekúndur, 4,5 næsti á milli Kára og Jónæðis og svo 4 á milli Jónæðis og Diego. Já. Og Kristjáninn er að fara að pressa á Diego núna. Já, hann ætlar að fá sætið sitt tilbaka, sko. Já, þá þarf hann að ná Jónæði líka. Já, hann er allavega að Diego ef hann er pittinn. Já, hann reyndir að með svolítið slitið dekk, sko. Hann fyrir pitt á 8. ring, þannig að með sýnist hann ætla að taka 3 pitstop. 3, já. Kári heldur áfram með meira dekkaslit, en tímandir hans er ekkert að söffera hann eitt rosalega fyrir það, sko. Nei. Það finnst það er svona lítið að gera akkurat núna, við kíkja hans hérna neðar í reysið, sjá hvað er að gerast hér. Endilega. Það voru svolítið slitinn dekk hjá honum Stefáni líka. Stefán er með vestri dekkin aðeins með öllum síðan, sko. Ég verð nú að stoppa aðeins á hérna, ég ætla að setja á eitt sjónor hérna fyrir aftan bílinn hjá honum Hannesi. Já, ég keiri þannig, sko. Já, bara hlustið á hennar bíl. Get ég æsmann út af maður, Já, sé það. Hann er ekki náð beini. Hlustið bara á hljóðið í þessu Lexus, sko. Guffi maður, lifi liðina. Svo geggja hljóð maður. Geggja hljóð, sko. En já, meðan þarna, þú sér vatnið sem er þarna úðast aftan á bílum. Já. Þetta glampar allt þegar þið komið alveg aftan á mig, sko. Já. Sé framljósni eitthvað, ef þið blikkið við, það truflar svolítið mikið, sko. Já. Ég blikkaði aldrei þannig að. Nei, það er þarna eitthvað skilti, já. Kristján hefur sennilega farið á það. Ha? Ef þú horfðu aðeins á... Horfðu á Hlyn núna, 10. sæti. Já. Og þú svo breakberryinn vinstra megin. Hann er á meiri braut. Ég sé ekki hvað það tala um. Núna. Sjö. Það vantar 150 markirinn. Já, en ég sé samt ekki markarinn á meiri braut hjá mér, sko. Já, ok. En sástu það vantar allavega? Já, ég sá að það voru 2 allavega. Já.
Það er bara berinn er bara út á miður braut hjá mér, sko. Það er ennþá bara 4 og, já, það er alveg komið svolítið stórt bil hérna á milli efstu sætanna núna, sko. Já. 5 og 5. Stefán driftandi hérna á fyrstu beginni. Ég er að horfa á Iceman sækja verulega vel á Guffa hérna. Já, hann var náttúrulega undan honum, þá myndi hann fór út af, eða ekki? Jú. Nei, hann var á undan á Hans og mér sann. Hannes, eða hvað? Nei, ég held hann hafi ekki verið á undan Hannesi þegar hann fór út á. Bara vann það ekki? Jú, hann var á undan Hannesi. Hann var á undan Hannesi. Ég veit út í að ég var að fylgjast með Hannes þegar ég sá hann gera út af. Já, ok. Guffi er að setja sinn besta tíma hérna á sínum allra bestu dekkjum. Núna? Já, meina ég á sektorinn, já. Fyrsta sektor. Já, sektorinn, já. Diego að sækja á GTAS með núna. Hann er náttúrulega á góðum dekkjum. Nýkominn á pit. En lendir, hann var í náttúrulega 3. sæti. Já. En lendir í mikilli trafík þegar hann kemur úr pitinu. Herru. Nei. Hvað nú? Gull flagg, Kristján. Ha? Kristján Einar, hann datt út. Já, bara smá. Reynum að ná replayinu á þessu. Hann svo nýtti sér góð frá því. Já, ég næði ekki að sjá hvað gerist í replayinu, ég sé bara að... Já, ég sé bara að Hannes náði fram úr. Hannes er að standa sig dungdur vel núna. Já, hann er komin upp í 4. sæti, það er bara þokkalega vel gert, sko. Já. Það þurfti bara nokkra hringi þess að hita upp, sko. Já, já. Koma smá hita innan Lexus. Já. En hann er þetta bara 4., 5. og 7. sæti bara alveg á sama stað, sko. Einn í pit. Hannes er pit, Kristján er pit. Og Guffi líka. Diego heldur áfram, hann er alltaf búinn að fara pit. Iceman fer ekki pit. Þá er Diego komin upp í 4. sæti. Það er í rauninni bara einu sæti frá þar sem hann fór út í pit áðan, sko. Og þá á hann hérna Stefán ennþá eftir að pitta. Já, það er bara allir fyrir ofan en eiga ennþá eftir að pitta. Já. Nei, Hilmar, Lexusinn er ekki MR, hann er FR með vélina framan og drifa aftan. Svo er Porsche RR. Já. Rear engine, rear wheel drive. Já. Porsche er með alla þyngdina á afturhjólunum, sko. Stefán tæpur, 3. sæti hérna. Já, ég er myndið að fylgjast með honum. Dekkin hans er honum rosalega slitið, sko. Já, ég var bara að horfa á þau og svo hugsaði bara, vá. Hann rennur svakalega aftan þessi bíll í honum. Hann hefur ákveðið að klára 11. hring, þannig að í rauninni hann tekur 11 hringi sem er dekkjum og á það 11 hringi eftir. Já. Og það er rosalega spes hvernig Porsche er að skemma dekkina aftan. Þegar ég var á honum, allavega þegar við vorum að keppa bara í T2 hinu, þá klára hann alltaf framdekkjum og á fyrstu 4 hringum og þau bara búin, sko. Já, þá vorum við náttúrulega að keyra í þurru. Já, akkurat. Núna er hann að spóla alveg rosalega, sko. Mjög mikið. Og þú náttúrulega, þú veist, við vorum alltaf að keyra með, sko, breakbalansinn í bara -2, sko. -3 stundum, sko. Já. Já, þess að kíkja með hérna, þeir Kári ekkert að fara í pittin þá.
myndi búast við því, sko. Já, hann er farin að sveffera svolítið á lap times núna, sko. Herru, það er hérna 7. sætið, 8. og 9. Kristján Hans og Guffi. Já, sæll. Ég er alltaf að gerast. Svona á þetta að vera. Það fyrir Kári í pitinn. Hannes tók svolítið vítt, Guffi nýtti sér góð, sagði, já, Guffi nær fram úr. Vel gert. Það voru fyrstu 3 í pitinu núna. Já, Diego þá kom í fyrsta. Kristján missi bein á smá. Það eru Diego. Þetta er skemmtileg næsta beigja. Diego er hérna að koma úr fyrstu beginni í 3. sæti og alveg rétt á eftir honum Jónæði sem var að koma í pittinum. Já. Jóna er ekki eftir að pitta aftur en ég býst við að Diego er eftir að pitta einu sinni. Það minnst að líklegt niður hvað hann fór snemma í pittin, sko. Já, get ég æspann að koma hérna út í 8. sæti. Kári kom með 7 sekúndur í advance eftir pittið. Já, hann var 7 sekúndum undan. Nei, Diego maður, hann bremsar aðeins að seint. Kíkjum hérna aðeins. Það er Guffi með, Guffi náði fram úr. Guffi náði fram úr beinagaflanum. Hann bara rennur út af þetta. Alveg bara plantaður á bremsunni og það dugir ekki til. Herru, 7. sæti. Kristján tók fram að Guffa aftur en náði ekki beiginni. Já, ég er alltaf að gerast. Ég er í race. Guffi með penalty. Næði ekki beiginni. Já, hann... Spinnur hann. Nei, hann spinnur nú ekki. En Hannes fyrir fram úr. Þetta er beigja. Hann tekur ekki síðan sinn. Já, sæll maður, ég hætti bara að anda í smá stundana til að fylgjast með hvað var að gerast. Guffi að hermeti mér, hann er að spóla svolítið hérna. Já, það eru allir að spóla Hann hérna meta minn mann, sko. í rigningunni. Já, hann er að drifta meina þér. Já, meina þannig. Bara viti, sko. Það er verið að hvetja Kristján áfram í spjallinu hérna. Já, Kristján er að standa sig mjög vel. Smá svona renna fram hann annarlega en það er bara það sem gerist. Ég fyrir bestu menn. En ég verð að gefa Jónæði bara thumbs up, sko. Hann er að standa sig ótrúlega vel, sko. Bara eins og hann gerir alltaf. Já, Jónæður er mjög öflugur ökumaður, sko. Já, rosalega. Kári að svona búa til mjög sannfærandi forskot. Já. Sýna það hérna ennþá að hann er og á heima í TR1 Ekki neitt smá með allavega qualifying tíman hans, sko. og í fyrsta sæti líka. Hingað til er hann með besta tíman hans sem braut af öllum skilsmér. Já, á æfingunni. 14 tíma, vá. Hann á 14 tíma, eftir 0,1 sekúndu á 14 tíma. Já, við vitum það að hann á 0,2 inn á, hann á í rauninni 0,2 á tíman hans Jónæðis við æfingarnar í honum, sko. Þetta var rosalega æfingar sem hann fór, sko. Já, Hilmar hvetur Diego áfram, liðsfélaga sinn úr TR2. Ég meina Diego er að gera rosalega flotta hluti hér. Já.
Það bara nokkra viku síðan hann var í T3 og núna hann bara að Keppi TR1. komin í toppbaráttuna Já, í svona gestur. komin toppbaráttuna í TR2 og Já, bara á toppbaráttunni í TR1 líka. líka sko. Það mjög vel gert fyrir nýliða sko. Mjög vel gert, sko. Kannski ekki nýliða í leiknum en allan að nýliða hjá GTS Æsland. Sjáum að hann samt með alveg 11.000 kílómetra á þessum átísku. Já. Ég fylgist þess með Guffanum, ég fannst að bremsa svolítið seint, en hann náði beginu mjög vel. Já, erum við að fara að sjá Kára setja nýjan besta tíma Slá eða? tímann. Ég ætla að vona það fyrir hans hönd, sko. Já. Bókamál. Jú, þarna, wow, 4-2 2-4-2, 7-6-1. Það er ekkert annað, þetta er svakalegu tími. Það er ríkið. Hvað, varst það ekki þú sem sagði þér áðan að það var ekki hægt að ná betri tíma heldur en þessi 4-3-1 sem hann var með? Jú. Að stúta honum. Hann var að gjössanlega að stúta hann og pakkaði hann saman sko. Þetta er svona gaur sem spila póker með auka spil á milli lappana, sko. Já, Hann veit hvað hann er með og hann svona... þetta segja hann sig að svindla eða? Nei, alls ekki, hann veit bara hvað hann er að gera, sko. Ég er að stríða þér. Hann er ekkert að bluffa þessi, sko. Nei, Já, hann kannski bluffar bara með góð spil. Diego er alveg að ná að minnka bilið, nei, hvað segir? Diego náttúrulega er ekkert að minnka bilið, hann kom út þarna 0,7 fyrir aftan Jónægir. Já. Misti þarna eina Hann beygju. lendi náttúrulega á 12. hring og lendi hann greinilega í ykkur. Já, hann tók Hann var 2,47. eina beygju svolítið vítt og fór út af. Já. En, sko, hann þarf að passa sig svolítið vel hvernig hann keyrir restin út af því að hann eiginlega verður að láta þessi dekk duga restina. Út af því að við sáum það þegar hann pittaði hérna snemma, pittaði í lok 7. rík eða var lok 8. rík, annarkvort. Lok 8. hring og endar í 8. sæti. Já, hann fór úr 3. í 8. sæti við það að pitta þar, sko. Það var alveg mikið bílar þarna á milli, sko. Já, þannig að hann þarf að, já, bara eiginlega að reyna að láta þessi dekk duga reysið, sko. Já. Ég er að horfa á Guffa og Hannes hérna. Ég held að það sé næsta reysi, sko. Næsta baráttan. Já, Guffi hérna slætinn út allt. Já. Bremsuljósin hans eru hálfa appisnugur á þínni skjá líka. Ef þú horfir á Hannes aftan á bílunum hans. Kíkjum aðeins á inn í bílinu og Hannesi þá. Sjáum hvernig Guffi bremsar, það hlýtur að fara að koma að því núna. Nei, verður bara svona, já, verður bara bjartari rauður sem eiginlega verður að appelsínuguli á næstu því. Já, ok. Hvaða bílar eru á Monza hjá TR1 spyrir Hilmar Veigar? Það mun vera GR1. Næs. Ég er ekki búinn að tjekka á því. Það er náttúrulega bara GR3 hjá okkur, sko. Já. Ég er alveg bara gáttaður á þessum tíma hjá honum Kára, sko. Þetta er svakalega tími, sko. Ég tók mynda þessu, sko. Þetta er gott stöf.
Diego kom með svona frekar slitin dekk með við það að hann þyrfti helst að láta þessi dekk duga þennan hring og svo 7 hringi í viðbót. Já, ég veit ekki, ég held að hann þurfa að pitta sko, ég veit ekki hvort hann þarf að taka sensin. En það er spurning hvort að hann sleppi við að pitta bara fyrir dekk sko, þurfi ekki að taka neitt eldsneyti. Já, það er sens sko. Hann tók svolítið mikið eldsneyti á hann þegar hann fór í pittin. Já, þannig að það gæti verið að hann nái, þá í rauninni, ef hann ætlaði að gera svoleiðis þá þyrfti hann eiginlega að pitta fyrir en seinna, þannig að hann myndi hafa tækifæri til þess að vinna upp sætin sem hann tapar ef hann tapar einhvern sætum. Já, akkurat. Það var Jón Ægir að bæta tíma sinn og komin í 2-4-2-9-7-9. 2-4-3 meina ég? Nei, 2-4-2-9-7-9. Wow. Það er eitthvað í vatninu. Þeir eru að virkilega Þeir eru að sko slátra þessum tímum sko. Ja, alveg gjörsamlega sko. Þeir eru að gera rosalega vel. Ég sé það líka hérna að Jón Ægir er ekkert að nota vinstra framdekkið sitt. Það er bara óslitið. Já. Nánast. Það er kannski kíkja hjólastellinguna hjá honum. Já, gæti verið eitthvað vandamál á það. Dekkin hjá Diego eru nú samt ekkert það slæm sko. Þau eru samt slitnari heldur en hjá öllum hinnum. Já. Það er eiginlega, ég er eiginlega mest spenntur yfir því að sjá hvernig þetta reis mun enda hjá honum núna sko. Það er út af hversu snemma hann fór í pittin fyrra skipti. Já, það mun vera eitthvað hreyfing þarna þegar hann kemur úr pittunum sko. Já, nákvæmlega. Í, vá. Þetta var geggjað skotmaður. Stilti yfir á Guffa þarna og þá var akkurat Kristjánuna fyrir framan hann í massa driftis. Já, menna það. Ég misti það. Já, Hilmar er til í meiri regnkeppnir, fleiri regnkeppnir. Já, það náttúrulega sko stóð sér svo hetja í gær. Já. Stóð sér svo hetja sko. Nætti sér í 3. sæti. Já, nákvæmlega. Fyrsti pallurinn. Já. Það var góð staða fyrir þeirra lið. Það var 1. og 3. sæti. Það var bara rosalega flott sko. Það var spurning, fer hann í pittin? Hann gerir það? Nei, hann gerir það ekki. Nei, ég held að hann fari nú ekki strax í pittin sko. Það kæmir ekki óvart að hann reynir bara að láta dekkin dauða sko. Já. En sko, hann er að í rauninni bæta forskoti sem hann hefur á Stefán fyrir aftan sig sko, þannig að Já, það er spurning hvort að sleppi pittinu. það getur Bara verið. save, Það getur verið, bara sekund off. en sko, ertu nokkuð lengur en 10 sekundur að fara í pittin bara fyrir dekkin? Ég veit ekki sko, það væri sko það sem hann gæti gert er að hann gæti keypt sekundur hægar þetta einasta hring nýtt sér þannig þess að hægt þannig sér á sig og
ætti að vera þokkalega safe, sko. Já, hann getur alveg gert Þetta það, er ekki nema 5 hringir eftir, sko. Já, 6 með þessum. Já, 6 með þessu. Hann er allan að... Já, hann er byrjar, já, hann tók hérna 0,5 sekundum hægar á fyrsta sektor. Já. Herri. Tæpur. Hver? Ennþá tæpur. Hver? 4. sæti. Stefán? Hitturinn. Já. Sorry, ég frosnaði aðeins þarna, ég var að reyna að fylgjast með honum. Já. Þetta leit bara mjög smúð út þegar ég kíkti á hann, sko. Já, það var alls ekki þannig þegar ég var að horfa á hann. Hann var svo tæpur að halda bílinn, sko. Hann var svo tæpur, sko. Nú er Guffi bara kominn í atlögu að Kristjáninni. Já. Og hann svo kom með penalty. Fylgist allt með Guffa. Já. Að sjá Kristjáninni hérna, já, svipið dekk. Og þeir eru með jafn slæmt dekk. Já, aðeins Jafn verri mikið bensín. að framan hjá Guffa. Já. Ég veit, Valgeir, ég tók eftir þessu líka. Hvað var það? Guffi tæpur maður. Úff. Kostaði hann sekundu en þetta hefði getað verið verra. Já. Herru, býtu. Hannes, hvað er hann? Hvað skrifaði Hannes? Já, hann er kominn inn í 8. sæti. Hann var með penalty rétt á hann og hann var fyrir framan Jón Valdimars. Getur þú kvætt á replay? Ég held að ég hafi ekki nógu langt replay til þess. Þetta er ekki verið gaman. Við sjáum allan hérna eftir smá hvað hann tapaði miklu. Nei, replay nær ekki hvað kom fyrir hjá honum, sko. Nei, þetta eru 8,5 sekúndur sem hann tapaði. Já. Hann lenti í einhverju. Kominn í 8. sætið þá. Já. Guffi alveg sterkur á bak við bossinn hérna. Já. Það gengur ekki mjög vel hjá honum Hlyn hérna. Hann er í seinasta sæti, svolítið langt á eftir næsta manni. Hann er alltaf á nýjum bíl, það tekur svolítið tíma að Já, velja. ég held nefnilega að hann hafi í rauninni kannski ekki náð að æfa sig alveg nógu mikið fyrir þessa keppni, sko. Nei, líka það. Það var svolítið svona skyndiákvörðun hjá honum að koma aftur, skilst mér. Já, ég man ekki, var hann í Tier 3 keppninni í gær? Ég misti af gerðgerðinni, ég sá bara endinn. En ég tók ekki eftir því að hann hafi verið. Nei. Þannig að hann tók allan eina Tier 3 keppni. En hvort Já. hann... Nei. Æ. Hvað? Hann Hlynur, hann slætar hérna í Rouge beginni og... Bíllinn alveg í klessu. Já, hann kom með skemmta vél og allt. Það er vélan á. Ég meina, on the bright side, þá getur hann ekki... Þetta skemmir ekkert Já, hann sætislega séð þannig fyrir honum. tapar ekki sæti á þessu. Nei. En hundlega að lenda í þessu, þetta er líka fyrst í veginni. Já, Hilmar segir að hann hafi verið í keppninni í gær í Tier 3. Hilmar, var hann á M6 þá líka eða? Eða var hann á einhverjum öðrum bíl? Það er bara óbreytt stað á toppnum, það er bara 10 sekúndur milli Kára og Jónæs. Já.
5 sekúndur á milli Jónæs og Diego og svo 10 sekúndur í, já, Diego heldur bara áfram að auka bilið í Stefán. Þannig að Diego sko sýnist hann ætla bara, Ég er ekki að bytta, sko. nei, mér sýnist hann ekki ætla að bytta meira út úr þessu, hann ætla að láta þessi dekk bara duga, en Segðu mér hana. já, Nei, ok, ég ruglaði það þess að Pólssonum. Buffi náttúrulega var að sækja á Kristján þetta, hann hefði ekki allan tíman. jú, Já, ok. Já, það var ekkert. Ég held að Guffi hafi dottið eitthvað aðeins aftur á það. já, rauninni bara missir smá bilið, hann hefur lent í einhverju þarna, hann lent í einhverju. Nei, hann lenti ekkert inn í það, það var bara smá penalty hérna og þetta. Hann lenti ekkert inn í einu tímanna, sko. Ég held nefnilega að hann var að elta þess að við hérna Sigga. Nei, Stefán segi. Já. Þess að hann væri svona þess að elta þessu fyrir mér hérna. Hann er að kera rosalega flott hérna í gegnum beigurnar eftir hérna langakaflan. Mjög smurt og bara flott, sko. Já, Valgeir Sveit segir hérna og Mosi, hann Ingi hérna staðfestir að hann var hérna, Hlynur var í gær í 10-3 og hann var að á Peugeot VGT bílum. Já, ok. Þannig að þessi M6 er í nýr fyrir honum og væntanlega ekki náða að æfa sig alveg nógu mikið. Nei, þetta er náttúrulega ekkert keyrt, sko. Þetta er bara keyrt í raun og veru 184 km. Já, Sem er meira penalty hérna. Sem ég býst við að sé bara í raun og veru það sem að þeir eru búin að keyra núna, sko. já. Nei, samt ekki. Ég veit ekki Veitu hvað kom fyrir hjá Kára? Núna þarf ég að reyna að kíkja á replay. Það var með, nei, hann snerist. What? Ég er að horfa á replay, ég næ replayinu bara rétt í að hann snerist, ég sé ekki hvernig hann snerist. Og hvað? Fyrstu, Þessi að segja að pitstoppið, já, busstoppið, pitstoppið, já. Þá er, ég meina, góða við það er að við fáum að sjá action vonandi. já, þá er komið smá spark í raskatinn fyrir hérna, Jónægi er að fara að reyna að ná Kára, sko. Já, það náttúrulega gefur honum hellings motivation, sko. Það eru 3 hringir eftir og komið, Stressaður, sko. já, bilið komið niður í 2,2, sko, 2,3 ár. Og dekkinn hans Kára er ekkert rosalega njótt góðs á þessu, sko. Þau eru bara eiginlega nákvæmlega eins hjá Kára og Jónægi, sko. Já, ok. Diego svona á neðri hönd, ekkert spesdekk. Er bilið að minnka á milli þeirra? Núna er Jónægi komið lyktina af fyrsta sæti, sko. Já, segðu þið. Það var nú komið undir 2. Ég vil vona ég að ná honum maður. Ekki því að ég vil að Kári endi öðru, heldur bara vil ég sjá Axon, sko. Já, ég meina, ég er að horfa hérna á tíman að droppa niður, sko. Já, núna horfum ég að fara upp aftur. Kári er rosalega góð með þennan kafla, sko. Já, þessi bíl, þessi Peugeot er góður á þessum kafla, sko. Kári teipuð maður. Hann er náðu lélu exit þarna. Já, sæll. Hann rannaði svona. Það er komin innan við sekund á milli þeirra, sko. Já, hann fór svo í kantir þarna og byrjaði að slæta bílinn í honum. Byrjaði að blikkið þarna. Byrja blikkið hjá Jónægi.
láta vita að hans er kominn. Já. Næst seinasti ringurinn og hérna er bara kominn slagur, sko. Þetta verður spennandi. Þetta er það sem hann segir alltaf, sko, að reisi er ekki búið fyrir en það er búið, sko. Já, ég meina þetta verður sko sannað sig ykkur einustu keppur síðast í bara með síðustu bílana, sko. Síðustu hringina. Það var í rauninni orðin bara frekar óspennandi svona niðurstaða fyrsta sætið. Það var eiginlega orðið nokkuð öruggt að Kári myndi taka þetta en ein mistök kostuði það að hérna Jónær er núna bara á útofnu. Hann er búinn að setja nítróði í gang og ætlar að ná honum. Já. Hann missir bílinn aðeins þarna, sko. Já, hann verður að halda kúlunni líka, sko. Kári er svolítið tæpuð maður. Hann er í spólunni hérna. Eru hvorir á spólunni? Innan við sekúnda á milli fyrsta og annars sætis og það er 1,5 ringur eftir, sko. Hvað kemur til að Kári er ekki komin á ljósið? Hann hefur kannski ekki, já, þetta er ekki búið. Það getur vel verið að hann komi á ljósið þarna þegar hann byrjar á seinasta ring. Það er svolítið að renna hjá honum, sko. Já, hann er orðinn svolítið seifur. Jónær er komin á ljósið. En er líka, hann er alveg í slipstreaminu hjá honum, sko. Kári þarf virkilega að vinna sér til þess að ná að halda sér, sko. Og hérna misti, sko, eftir þessa beygju þá byrjaði Kári að slæta svolítið, sko, þarna í brúninni. Hvað er að gera sem það? Erum við að fara? 0,2 maður, let's go! Þetta erum við búin að vera að bíða eftir síðustu klukkutíma. Já, hérna er allt að fara að gerast. Spurning hvort að Porsche sé snegra staða. Já, Kári allan að náði betur hérna í gegn. Já. Seinasti ringurinn. Og slagur á milli fyrsta og annars sætis. Þetta vil ég sjá oftar, sko. Já. Þetta er ekki algengt í 10-1 keppninu, sko. Alls ekki, sko. Já, fylgst þú samt með þeim? Ekkert breyta nema ég læti vita. Já, nei, ég breyti engu, sko. Deppa og Kristján. Það ég er að spája að fara hérna bara inn í bílinn hjá honum Jónæri, sko. Já. Hann náði betra exiti þarna út úr hægri vinstri beini. Já. Það má ekki segja það. Nei. Og hann tekur sko fjólubláan fyrsta sektor. Bremsaði örlítið og seint hana. Fjólubláan fyrsta sektor samt á 2:4:27 tímar. Ég hef alveg sé Kára spinna út í alveg lokinn, sko, þannig að það er aldrei að vita. Ég ætla aðeins að horfa á Kára, það gæti eitthvað skeið. Það virðist vera miklu meira bil þegar maður horfir á þetta svona, en þetta er það er að auka svolítið í bilið. Þessi pressa Kári er ekki að gefa sig undan pressunni, sko. Nei, alls ekki. En Jónæri er líka ekkert að gefa slaka á, sko. Nei, sást það bara aðeins á hann, bara hann lét alveg reyna á þessa beygju, sko. Já. Það eru hérna bensinljós sem hans Kára komið, eins og þú varst að bíða eftir. Já, ok.
Þarna kemur Jónæður að síga á hann, sko. En Ekki neitt smá, sko. hann að fara að ná þessu, sko. Það getur allt skipt. Hann kominn nálægt. Nei, Ekki nema Kári spinni aftur, maður veit aldrei. Mér finnst það hæpið, sko, en... Já, hann passar sig Nei, ekstra hann vel, gerir hérna. þetta bara Já, Kári tekur sigurinn hérna. Flottan sigur. Flottan sigur, fyrsta seti Kári, annað seti Jónæður. Þriðja sæti Diego, við sjáum sko fyrst, næstu sæti sko Diego, Stefán og Kristján Einar. Það þýðir að Guffi tæknilega séð í þriðja sæti. Já, það passar. Flottur sigur líka fyrir Team Bíkó. Jón Valdimanns í fjórða. Hannes 5. Kjartan hérna og svo kemur hann hérna Hlynur á M6. Það 2 mínútur. Já, hann því alveg. Sjá þessi bíli viðkomur á gufuna, hann með spólurinn á, en það samt, sko. Ég held að þetta sé ekki góður rigningarbíll, sko. Nei, alls ekki, sko. Þannig að spólu í þriðja með spólurinn á. Kemur hann inn á seinasta beinakaflan. Já, beinakaflan, svona innan gæsalappa. Já. Það spurning hvort Þessi bíli bara út allt, sko. Spurning hvort hann ætli að klára þetta með penalty eða hvort hann... Nei, heyrðu. Hann kláraði penalty. Já, hann kláraði penalty. Þetta ein leið til að losna við það. En þá rennur hann Hlynur í mark. Já. Þá reisið búinn. Þetta niðurstaðan. Þá óskum við honum Kára til hamingju með sigurinn og Jónæður með annarsætið. Já, og hraðasti hringur líka, það var engin smá hringur í þokkabót. Og Geggjaður hringur. síðan bara frábær árangur hjá Kristján Einari, Stefáni og Diego. Já. Litla skítan, segir Kristján Einar. Hvernig hefur við ekki ráðið við bettin? Hvernig bettin voru? Já, ég man ekki hvernig þau voru, sko. Ég man allavega að sagði Kári fyrstur, svo sagði ég vinnur við þess að Diego annar og Æsmann þriði. Nei, Jónæður þriði. Kræft upp. Já, ég að fara yfir þetta á YouTube chatinu, sko. Já, var einhver sem var með, hvað var, Kári, Jónæður og Diego. Nei, ég finn þetta ekki lengur. Ég nenni ekki að leita á svona. Nei, þetta var rosa flott gert hjá þeim og bara, þetta var mjög skemmtilegt. Já, og bara takk fyrir áhorfundur góðir. Bæði á Stöð 2 e-sport og á YouTube. Takk fyrir spjallið þeir sem tóku þátt í spjallinu. Og já, það bara næst það eftir 2 vikur á Monza á Group 1 bílum. Og
Á morgun fyrir þá sem að hafa áhuga verður vikulega keppnin sem bara svona easy going keppni hjá okkur. Það sem að það bara random að misjafn hóst á því. Ég mun hósta það á morgun. Endilega kíkið á Facebook síðuna hjá okkur. Þeir sem að hafi áhuga getið séð þetta að þið leitið á GTS Iceland á Facebook. Þá getið séð fundið umræðuhópinn okkar og þá finnið allar upplýsingar sem þið þurfið ef þið viljið gangast til liðs við okkur og sömuleiðis skoða síðuna gtsiceland.com og endilega kíkja á YouTube-brásun okkar líka YouTube/GTS Iceland og endilega subscribe þar þannig að við fáum nú tilkynningar það þegar að við byrjum að streyma bæði tier 1, 2 og 3 keppninum öllum streymt alltaf í beinni útsendingu á YouTube. Það bara tier 1 keppnin sem að kemur yfir á Stöð 2 e-sport. En Biggi, takk fyrir að vera með mér í kvöld. Já, takk fyrir búið, kallið minn. Og takk fyrir áhorfið, áhorfandi góðir. Og það verður þá bara næst eftir 2 vikur. Verið sæl.